How it always calls me, finding my way back to you. I'm feeling it more now than ever. I'll do this forever, just to spend the night with you. This is it, this right here is my type of party. So just get started. This right here is my type of party. 5 more hours, we just get started. 5 more hours, we just get started. Popping bottles and ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slipped, sipping scissors. Am I right? Like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Give me that whole wet, give me that crystal style. Ladies love my style, at my table getting wild. Get the bottle poppin', we get that drip and that drop out. Now get me 2 more bottles, cause you know it don't stop. Yeah, drink it up, sober girls around me, baby, acting like they drunk, acting like they drunk. With sober girls around me, baby, acting like they drunk. Fly like a G6, like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly like a G6, like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly like a G6. Sippin' on sin, I'ma make it fit. Girl, keep it gangsta, poppin' bottles at the crib. This is how we live, every single night. Take that bottle to the head and let me see you fly. Drink it up, sober girls around me, baby, acting like they drunk, baby, acting like they drunk, acting like they drunk. With sober girls around me, baby, Það er velja ákvæmst hérna. Þú bara setja þessu græðina og nú bara gerum við okkar besta. Það er stutt í útbyrjunum. Sjáum við náum ekki bara að redda þessu hérna. Það er þetta stærsti sigur, hvernig? Svona er það. Já, ákvæmst. Það er alltaf koma hérna. Ég held að við getum ekki gert betur en þetta. Það er komið hljóð. En ég er bara að móla þetta. Nú er þetta ekki að testa hvernig þetta hljóði ég sé á staðinu en mála. Sér það séu margir áhverjandi hérna í leikvæð. Getur þessum flott hljóðið þetta fyrir. Ég er ekki með henni að leita þess að velja sko outputið. Það er, hvernig velj ég annað output, skilur? Er hún ekki að nota bara tölvuna mína? Ok, kannski er þetta ekki virka þá í Safari, ok.
fólki á Twitter, ég sé enga stillingar nefnilega bara audio mixer og svo bara engar valkostur sko. Daginn og svo velkomin á Valkvistunum og Varmá. Já, ég er sama, það kemur sama í Chrome og Safari. Já. Hér hefjast leikur í 16. úrslitum í Sólbyggar kvenna. Ég sé enga stillingar, nei. Nýðaflendingar tekur á móti Víkingum Reykjavík sem eru ríkjandi bikarmeistarar. Hann er bótt að nota sko, hérna. Við erum að kynna liðið gestana í markinu nr. 1, Sigurborg Sveinbjörnsdóttir, nr. 4, Erla Guðrún Magnúsdóttir, nr. 5, Matti Vincent, nr. 7, Dagný Pétursdóttir, 10, Selma Döggbjörn Guðmundsson, 11, Hafdís Ólafsdóttir, nr. 17, Svanhildur Ylva Bergþórsdóttir, nr. 18, Eldar Jónsson, nr. 19, Sara Jónsdóttir, nr. 21, Shana Sori og nr. 23, Hulda Ösp Ágústsdóttir. Þjálfara Víkings eru Jón Henrik Harsjós, Kristoffer Sigurgeirsson og Ingólfur Orri Gústaðsson. Þetta er núna, það var ekki leiðið, fyrir maður að sjá hvað testa þetta. Herra, en þú sendir á mig og getur ekki breytið þessu, til svo hvort ég get eitthvað komið sér á. Í liði episóda nr. 12, Elena Lamaccia. Nr. 5, Andrea Katrín Ólafsdóttir. Nr. 6, Anna Pálína Sigurðardóttir. Nr. 8, Sigurður Eva Sigurðardóttir. Nr. 9, Katrín Rödd Vara. Nr. 10, Hildur Arndars Gunnarsdóttir. Nr. 11, Elva Sif Týrsdóttir. Nr. 15, Snæbjörn Eva Sigurðardóttir. Nr. 21, Sigurður Gunndís Harðardóttir. Nr. 24, Areva Lúis. Nr. 26, Jóna Garðarsdóttir. Já, það er örugglega komið tölvunni. Þjálfaraflendingar er Berrington Dragan, Tony Presley og Ingvar Þór Hale. Nei, það er ekki hægt. Það er sko, kemur tölvunni jú, en tölvunni mín er ekki skila á mixinu og mixinu kemur ekki með tilbaka. Ok. Sleppa okkur ekki skoðan. Af hverju þú segir þessi 4K og mikið? Hvað er málið það? Er ekki bara geðið það? Það er svona áfram. Já. Er myndið en ekki virka? Það er bara verið betni þá svona. Jæja, við syngur bara hljóðið eftir, það er bara hljóðið. Jæja, þá erum við komin í beinútsetningu úr Malbyggstöðum í Varmá, að Varmá. Og ég svona reyna þessi byrjunlegin örsnögt í markinu í Víkingum er Sigurborg Katla Sveinbjörnsdóttir, nr. 4 Erla Guðrún Magnúsdóttir, nr. 5 Emma Steinsen Jónsdóttir, nr. 7 Dagný, kemur frá Bandaríkjunum núna, það er gaman, virkilega gaman. Hvernig kannski tekið við á skjánum þegar við erum bara smá tækningarsnýr eins og alltaf. Það er eins og það er. Það er eins og það er. Stað. Það er. En já, fyrirreyninga sem við að sögum sem eru svona sem að Mr. Erla sem er fyrir með skipinu frá skipinum og Harjón sem að bara strax. Það er skemmtilegt skokk með fram línunni eins og henni einnig lagið. í markinu það spöldu er eina þannig sem að fram í þetta. Elva Sif, Snæfríður Eva, Sigrún Gunndís, Ariela Lúis sem spilaði með Gróttu í fyrra og Þorbjörg Jóna. Já. Hotspilna hérna, svona afturhending á. Þetta það er þessi, erfitt í mótvindinum. þessi leikur verður ekki sennilega settur í efstu hillu varandi gæði, en það verður eitthvað gaman að horfa á þetta held ég alveg örugglega. Ertu til að prófa að vera með hljóðið bara fyrst við erum svona í beinni, hvort það sé ekki bara að virka, því að mér skilst þetta sé bara að virka fínt núna. Sjá hvort það getum ekki fengið Bjarka til að testa þetta hérna.
Kemur það? Ekki lagi? Frábært. Þetta er geggjað. Það er fátt skemmtilega en að horfa á fótboltaleik og ennþá skemmtilega þegar ég er að lýsa honum. Já. Bjarki, heldur betur. Kallar sparkar hérna út og nú er spurning hvort að vindurinn hvaða átt hann er að koma úr. Já. Og Emma kemur henni fram hérna á Dagnýju. Bjóðum hana einlega velkomin aftur í Víkina. Já. Var í Bandaríkjunum í námi í vetur og hvetjum stúlkur til að fara í nám en svo þegar það konur í meistaraflokk þá vil ég bara hætta þessu rugli Já. sem er hraðast. Þetta er alltaf erfitt fyrir okkur að missa leikmenn, góða leikmenn út. En eins og Dr. Fútból segir, við viljum háskólanám umfram allt. Já, það er heimaliðið sem að byrjar hérna aðeins betur. Það er hann að vöka völlin líka vel. Já. Kristín Erla hérna kemur hérna líka frá Bandaríkjunum, ekki satt? Já, akkurat. Hérna fyrsti leikur fyrir Víking. Já. Dagný með langa bolta hérna yfir á Huldu. Það er ekki alltaf leið. Já, kapla upp hérna. Þegar hún er eldfljótan nummer 10. Já. Það er að fá að fita, ég er ekki alveg með svarta beltið í nöfnum leikmanna. Nei, Afturheldingu spáð góðu gengi í sumar í Lengjudeildinni. Það áttu líka fínt tímabili fyrra. Ég voru lengi framan á sumri bara í baráttunni að fara upp eða ekki? Jú, ég held að það hafi bara verið allt fram á Frá síðustu mínútu. síðustu leikina sko. Við kannski verðum að taka það fram að við erum hérna að díla við náttúruöflin góðu á Íslandi. Þannig að myndavælinn er eitthvað aðeins blauð, við ætlum að reyna eitthvað þurrkan en mér skilst að það sé eitthvað rétt aðgengi að þeim. Við erum bara að njóta eins og við getum á meðan. Bolti fyrir hérna. Það mætir Tara Jónsdóttir. Boltanum hérna frá Selma. Fyrir liðin kemur þessu út, Dagnýju. Það er hressandi að vera að koma úr blíðunni í Bandaríkjunum Í þetta. í þetta. 4 gráður, 12 metrar. Erna. Emma komir hérna fram. Kemur Dagný. Emma, nei. Hvað sem við varum ískilningu þarna. Þetta er boltan, hún kemur úr Háar. Kom til Víkings fyrir þetta tímabil. Já, hún er fædd hérna árið, maður sjá, hún er númer 18, hún fædd 2002, hann er 22 ára árinu. Spilaði með okkur í fyrra væntanlega þá í deild Já. og bikar. Já, hún hefur leikið 12 landsleiki fyrir U17 og U16 líka. Já. Nú með þokkalega reynslu örfrækt, ef ég man rétt. Já, mikið rétt. Örfættur, miðvörður. Þeir eru nú ekki hérna offrambáð á þeim í fótboltanum. Nei, alls ekki. Vel gert þarna, já, Huldu pressa vel en að boltinn er svona, hann er ekki alveg lentur á vellinum í dag, syns mér. Mikið barátta. Já. Svanhildur grjóthörð. Já, hann hangir ennþá inn á. Hún er mikið kapla upp hérna, Erna og Katla kemur út á móti og spilur þessu náttu blót. Vel gert. Og hann stoppar bara í loftinu þessi. Þarna kemur Shayna Já, og tekur hann með hendinni. Fekk boltan hann í hendinni á. Við verðum að horfa á Valsarann í gær. Já. Fengi einblástur úr Hlíðarenda. Það eru nú nokkru áhorfendur hérna. Já, þetta er nú bara, ég verð að gefa þessu fólki mína hæstu virðingu. Við erum hérna inn á annarri hæð í hérna gáma samsetningu sem að riðar eins og, Þetta er veit ekki hvað. Þetta er eins og að vera bara í Herjólfi. Svolítið eins og Herjólfur en það er betri lykt hérna. Já. Afsækið þið eigamenn sem eru að hlusta. Það er vel gert hérna á Kristín Erlu. Já, hún er snögg, sterk og hávaxin. Það er nú ágætis byrjun. Það er eitthvað. Selma leitur hann að miðjuna hérna. Svanhildi. Það finna þarna Hafdísi, Huldu í fætur en náði því ekki. Ég veit að þið sjáu dropa á gluggunum en við erum ekki svona að dropa á gluggunum, við erum að horfa á bara raunverulega blautt baðkar hérna sem er með gleri á sér. Það er alveg magnað að sjá þetta. Já, vel gert hérna á Hafdísi. Sömuleiðis vel leist hérna hjá Afturheldingu.
Þarna gerir Tara vel, kemur hún fram öllin, þetta verður þá leikur sem að hvort við vitum það meira. Þetta dag munum við ekki sjá endilega úrslitin í gæðin, þetta kemur Hafdís bara nærður niður. Sæna ætlar að taka þarna síðan en gripinn í bólinu. Afturhelding byrjar sókn upp á nýtt. Það koma hérna, fengum þumal upp frá grænlenska tæknimannum okkar, hann Bjarka, sem staðfestir að hljóðu sig í syngi. Það, við biðjum ekki mikið meira. Kalla, gerir þetta verða þetta býtu? Samstuð, hvað gerist? Afturhelding skorar. Heyrðu, þetta var óvænt, kom algjörlega out of the blue. Ég var bara að horfa hérna á Bjarka hvað var fallegur. Já, kemur hann sending inn fyrir og Heldur betur. já, Katla fer hérna út í Já, var hún ekki með hendur á boltan? Hún virðist vera hún er nú alltaf ansi... að tala um það hérna við aðstæðdómarann. Já, hún virðist ekki verið sátt. Þegar Katla er ekki sátt þá hef ég haft það fyrir vís að bara við því. Já, þetta sést ekki. Þeir eru að horfa á þetta aftur í upplýsingu en það er akkurat dropi á vélinni. Er dropi fyrir? Já. Nei, þetta er, já, þetta er... Það er eftir að sjá þetta. Já. 1-0, Afturhelding, komið yfir hérna eftir 7 mínúta leik. Sjá hvort að nú þarf að fara að rífa sig í gang hérna af því að svo staðan núna erum við ekki að fara að vera í pottunum þegar dregir í 8. úrslit. Þriðdaginn. Og hérna, það líkar okkur illa í Víkinni. Viljum helst pottunum þegar dregir í byggarnum. Mjög gott að vera í pottinum. Það er þetta sko. Maður sjá dröðsuguna. Jú. Maður vinna hérna í alls konar máli hérna, þetta er gæti skemmtilegt. Gaman að vera hérna í tækni útsendingu. Já, hann kom staðfesting á því. Já, loksast að það inn. Þarna búið að flagga rángstöðu þannig í rángstæð. Við erum hérna fengum alveg frábæra aðstoð frá þeim í Ós að koma þessu í gangi. Ég veit ekki hvernig við fórum að þessu en einhvern veginn þetta þessu alltaf. Hérna lendi í einhverjum, ég sjá að við gleymum að setja uppfæra stöðun eða eitthvað þannig, þá var það bara tæknileg vanþekking okkar hérna að lýsa. En Emma kemst að þenni seinast, þetta er Hafdís Fyrirgjöf. Hafdís senda boltann gegn sínu. Þarf að fara að koma svar frá okkur fljótt. Hafdís kemur þennan fyrir, næ. Nei, það mæta þessu vel hérna, koma sér burtu. Þannig Kristín gerir þetta vel, finnur Svanhildi sem hefur fengið leyfi til að nota vinstri fótinn aftur. Þetta með metnaðarfældsendingu þarna, ég held að þessar aðstæður hérna eru ekki Móses bæti sóma hvað veðrið varðar, verð ég að segja það. Nei, nákvæmlega. Svona veðrið hef ég aldrei séð í Víkinni. Og hérna, en það er eitthvað skrítið, það var svo yndislegt veður í gær. Svo maður bara beittur þessu ofbeldi hérna Já. þessum dýrðarsunnudegi. Já. Afturheldingur, það virka vel skipulagðar. Það er ekkert að ana það neinu, halda boltana vel. Já, hann liggur ekkert að núna. Nei, en það er kannski minni ákveð í okkar stúlkum. Ég var alltaf að sjá það aðeins svona, ætlar hann að fá að halda boltanum hann bara út leikinn eða hvað? Nei. Leikurinn fær stað aftur. Og pressa hann í á Selmu. Setur markmann í vandræði og það þurfa hendunum út af. Það er vel gert að Selmu þarna. Gott dæmi um það hvernig þú getur búið til possession úr því bara að vera frek og ágeng. Frábærlega gert þarna. Vildi að kemur bolta fyrir en nei, það er aftur fyrir. Það er markspyrna. Nei, hann dæmir horn. Ok, tökum það. Þetta er, við þykjum alla hjálp sem við þurfum að fáum í þessu veðri. Já. Já, Sigdís ekki í hópnum hérna í dag. Hefur verið að glíma við eitthvað smá eðlilegt sem að já, hvert ekki neina áhættu með. Við erum að horfa hérna út gluggann, Bjarki, Já. meðan áður en tökum hornið. Það er kona hérna með Íslandsbanka reglíf. Já. Og ég hef aldrei séð jafn mikla baráttu við veðuröflun, sko. Nei, þetta er Ótrúlegt að sjá þetta. Tara kemur hún föstu fyrir hérna Lárg. Áttu bjargaði í horn. Já, þetta er
tölvöld betra að gera þetta svona heldur en að koma með háan bolt inn í, hann fer bara eitthvað. Get ekki sagt í öfundi þessar 22 leikmenn sem eru á vellinu núna. Nei. Það er að gefa merkið hérna. Nú gangi mér hálfbolti fyrir, þetta er frábær hotspinna reyndar. En þeir komið svo frá. Það er kapla upp. Svanhildur og Erna að reyna að loka hérna. Arielu Lewis. Já, hún fer framhjá hér en Emma er mætt og svo bara þessu upp. Erna kemur hún tilbaka. Já, Ariela kemur þá til þeirra frá Gróttu. Kannaðist nefnilega við hann. Hún skoraði for fun í fyrra. Hún hafði verið bara langmarkahæst. Já, hún er mitt, ég held hún að setja 3 í grímuna okkur í Víkinni í fyrra. Já. En mér minnir ekki ránt. En þetta minnir mig alltaf ránt, það er að leiðilega við mig. Dani kemur hérna vel á móti boltanum og kemur nú Emmu. Já, þetta er vel spilað. Já, Selma. Lítur hérna upp, sér ekki mikið inn í tegnum en vinnur boltan tilbaka. Kemur Emma, hann er bolta fyrir. Góður bolti fyrir þarna á Sheinu, hvað gerir Sheina? Hún kastar sig fyrir þetta hérna. vel varist. Náttúrhendingar. Bara ágætlega varist í hann þarna. Erna, ég verð nú bara viðurkenna það, ég er kannski eitthvað klikkaður en ég var að leita hennar nafni þegar tilkynnt var landsliðshópinn í vikunni. Gerir það í hvert skipti. Kemur Sheina og boltinn hérna á Huldu. Það lítur upp hérna. Það er ágætis bolti en þetta er erfitt. Vindurinn fyrirgefur ekki neitt í dag. Það var nota allan tíma í þetta, syns mér, þetta verður langur leikur í tíma, kannski bara meira upplöfunin. Já, Kristín gerir þetta vel að finna Köllu. Kom með langan upp í vindinn, Hafdís bara ætlaði að lesa þetta þarna en Sheina gerir þetta vel, vinnur boltana miðinni. Hafdís, þetta er vel spilað. Saknar Dagnýjar hérna í þessum leikjum. Vinnur hérna Emmu en Vindurinn tók völdin. Hann er alltaf vind, er hún ekki í Kaliforníu? Dagný? Ég er nú bara ekki viss um það. Nei, við skulum bara segja hún sé í Kaliforníu. Þannig að það er alltaf vindur sko, þannig að en hún hefði átt að gera betur þarna, ekki segja það. 15 mínútur liðnar, kannski engin svona hrein og klár marktæki fyrir að koma fyrir utan þetta mark. Nei, einmitt. Fá upplýsingar frá Valsvellinum, það er staðan 1-0 Valur Fram. Okkur leikir þetta í dag. Já, við þökkum Sofascore kærlega fyrir það að hafa tekið ábyrgð. Heyrðu, það er nú bara getur lent í einhverju Guy Smith atviki hérna, það hefur verið að reka eftir markmanninum. Hvetjum dómarinn til þess að halda leiknum gangandi. Já, Dagný gerir hérna vel. Emma með boltanum hérna upp og Hafdís nær honum. Það er ekki búið að fara leikinn samt. Það er það 0-0 og Sofascore. Já, það er eitthvað delay. mögulega. Erna geysist upp öllin hérna. Hulda Baðmann og fjær en Selma og Erna leika vel saman en Erna missir boltan frá sér og brýtur af sér. Já, vonum að þetta sé ekki eitthvað alvarlegt. Nei. Mikið eitthvað högg og hnéð. Það getur verið leiðilegt. Já, það sem sett á sama tíma núna er Valur Fram og er að hefjast eftir 12 mínútur FHL. Það er skemmtilegt. Og klukkan 4 er að Þróttur Fylkir og svo klukkan 19:30 Stjarnan Breiðablik. Ekki segja það bara með sannig, það er stórleikur þessa dags. Já. Það verður harparist þar, það er liðið sem mættist í undanúrslitum fyrra í þessari keppni. Já, það er rétt. Og það sem fór í vítaspyrnukeppni, en liðin hafa breyst mikið síðan þá Stjarnan er mjög ungt lið. Já. Skemmtilegt og spennandi verkefni þar í gangi. Breiðablik með nýjan þjálfara og aðrar áherslur. Ég heldur betur. Við hlakka til að mæta þeim í bestu. En Svanhildur skókar hérna boltan.
Það eru góður í haldaboltanir, það eru agaðar og virðist vera vel skipulaðar, það er að gera þetta einfalt, það er oftast besta leiðin. Erna leist það greinilega vel hérna og Hafdís bara kemur á móti og nú er smá sókn fyrir okkur, Dagný. Emma kemur með. Líst mér á. Hérna, já. Við fílum þar Emma fyrir upp kantinn, lítur upp hérna og þessi bolti er ágætur á Huldu en hún kemur honum ekki fyrir. Vindurinn er rosalegur maður. Já, þetta er erfitt að eiga við hérna. Við senda leikmennin okkar í æfingabúðir utan dalsins góða, það sem að loknið er alltaf og stillan. Já. Nei, með þessi bolti bara, þetta er vilt sending þarna en hann leysir þetta ágætlega. Já, Erna sterk þarna en dæmt brotleg. Segir hérna nokkuð velvalinn orðið dómaralegsins. Guðni Páll Kristjánsson. Varstu búinn að segja hver AD1 og AD2 voru? Nei, ég fór nú ekki yfir það. Sigurður Þór Sveinsson er hérna AD1 og Benjamin Goralía er AD2. Já. Og það er engin fjórðudómar skráður í Íslandi. Nei. Það er mjög spennandi. Heyrðu, stungusending tilbaka hana. Næstu því, Hafdís ætlaði að komast inn í þetta en Elena gerir þetta vel. Var hún ekki markinu líka í fyrra? Hún var fram í fyrra. Fram í fyrra. Hún var óþolandi ljár í þúfu okkar í fyrra hérna markmanniðar afturlendingar. Já, hún fór í Selfoss. Já, hún var ekki svo versta sem ég sé í marki, getur það þér. Leikurinn fór 3-3 ekki, við áttum lokið maður bara, það var gaman að sjá tölfræðan á þeim leik. Svanhildur Hulda gerir þetta vel að brotið á henni þarna. Nei. Svifarinn. Já, þetta er eins og ég segi, við erum ekki hlutlausir hérna í Víkings TV en hérna við spilum að sjá, flöta þarna. Og Kristín finnur hérna Töru sem að finnur Ernu. Langur bolti upp á Hafdísi, þetta er vel gert, vel tekið móti boltanum, hún er frábær í þessu með bakið í manninn. Já, Selmu sterk. Já, ennþá, hún er alveg óþolandi hvað hún nær að grípa boltan tilbaka maður, vel gert. Þetta kemur það fyrir hérna. Ok, það er eitthvað aðeins að þyngjast á okkur. Sóknar þunginn. Hvað ætlum við við erum alltaf að lofa mörkum eða ekki? Alltaf. Og spurning kannski hérna unga fréttaritara Víkings TV hérna sem voru að reynast besta fyrir leikinn að taka vídeo og ljósmyndir. Já. Hvernig haldið að leikunni fari? Það eru spá, stelpur. Og svo Vító. Eða 2-3 okkur, ok. Matthildur sagði 3-1. Ég hef alltaf verið hrifnari að spá Matthildar. Þetta er vel spilað hérna í afturhaldingu. Já, virkilega vel gert. Og ekki dæmt þarna. Ekki dæmt, boltinn segir dómarinn. Já, hann ætlar að leyfa þessu aðeins að flæða. Fögnum því, góð hugmynd þarna. Hilda náðu þessu ekki og völlurinn bara var vökvaður allt of mikið fyrir leikinn. Sagði, Jörgen Klopp eða ekki fyrir leikinn? Jú. Það er vantilega martröðu markmannsins að fá skota sig á þessu. Shane sterk hérna, vel gert. Heldur áfram sterk hérna og það er dæmt. Já, eitthvað spilna sem Víkingur á. Selma ætlar að stela einhverjum metrum þarna en dómarinn sá við henni. Lengi að biðja henni að baka aðeins. Ég ætla að segja, ég held að sé bara, sé 30-40 manns hérna á vellinu, það er magnað. Meira en ég hefði þórað að gera. Það gerir þetta vel afturhaldingarna, það mátti skyndi sókn. Já, hann var Emma að hlaupa hérna eftir að það voru skýr skilabóð sendar frá Selmu, sástu þetta? Já. Selma skokkaði ekki eins og tilbaka, hún vissi þetta var ekkert stress. Já. Þetta var vel gert þarna. Þetta er búin að spila lengi saman. Kristín þetta kemur hérna inn í miðvörðinni í fyrsta skipti en búin að bara koma vel út. Já. Þessi sem er sterkan vinstri fót. Já, Selma niður vel gert. Svanhildur lyftir honum hérna upp. Þetta var þetta fáránlega vel gert hjá leikmanni afturhaldingarna. Það er náttúrulega kantinn og spurning hvort að við þurfum, já, ég ætlum að segja það, Shæna nær honum þarna, við þurfum eitthvað svona til að koma okkur í gang. Já. Dagný er með. Það er þessu Já, og Emma kom inn
hjálpina hérna, sendir hana fyrir. Nei, hún Nei. ætlar aðeins að leika sem við hann. Kemur hún svo fyrir. Já, Góð fyrirgjöf þetta. En þær eru sterkar í vörninni. byrjaðlega vel gert þarna, afturhendingu. Erna mætt þarna í full court press bara. Þetta er Cristian Romero stæl, ég fíla þetta. Vill fá boltan strax. Tekur þessu mjög persónulega þegar boltin er ekki í fótum Víkinga. Kann að metta það. Kristinn kemur svo bara út af. Ekki stilt upp. Þarna var svona smá, jú, kom smá hraðið að því sókninni hjá okkur. Sæna vann boltan vel á þetta miðinu og Erfitt að koma boltanum fyrir í þessu vindi. Það er já, staðan orðin 2-0 hjá Val og Fram. Já, hún talaði um skemmtilegt projektinu, það er nú ekki að segja annað um Framarana. Mjög skemmtileg vinna hérna í gangi, Óskari. Dagný vinnur hérna boltan. Já, Tara. Þessi bolti hérna aftur fyrir. Já, þetta er svolítið búið að vera svona síðan að markið kom, en ekki hefnast hjá okkur ennþá að brjóðast í gegnum þessa sterka vörn. Afturheldingar. En við erum að spila undan vindi, ef vindurinn er að koma á hliðina á völli. Við erum ekki að koma á okkur bara. Beint á, Já, ekki. hérna. Það skiptir engu máli hvorum meginn þú spilar. Nei. Bara jafn mónt fyrir bæði leið. Ég myndi að segja fyrir leikinn við dætum mér hérna í bílnum að þetta væri drauma veiður fyrir fótboltaleikmenn. Ég held að við erum aðeins mislítið stöðuna. Já, þessi vindur er ekki... Nei, hann er ekki að bæta neitt skap með mér. Svanhildur með langa bolta, þetta er bara Hafdís sem kemur vel á móti boltanum, gerir þetta frábærlega, tekur vel á mótanum. Hulda, hún er þekkt fyrir það að geta komið boltana fyrir úr ótrúlegastu stöðum. Já. Gerir það og finnur Dagný, nei! Þessi fyrir yfir. Hún var galopin hérna. Það var mörkin. Dagný er búin að vinna boltan aftur, kemur hún fyrir hérna. Selma, sterk. Dagný og Emma. Selma biður boltan, fær hann í lappir. Þetta er stutt, þetta er snirtilegt. Emma komur inn í teginn, kemur hún fyrir. Það er yngri henni Sjæna og hvað gerir Sjæna? Nei! Hvernig fór hann framhjá? Það verður rannsakað. Fáum Sigursteinn Másson í að skoða þetta með okkur. Það var virkilega góð sókn hérna og stutt spil. Já, mér sýndist líka að Elena vera með... Varum við þetta að losi? Já. Ég trúi því hins vegar þetta að ferða markið þegar þetta var í mark, en það er bara munurinn á mér því Berki. Já. Það er bara þannig. Elena spyrnir hérna frá markinu. Já, þessi fór fram hjá þremur leikmönnum. Sérlega fókið bara. Það eru ágætið sendingar hérna inni. Já, heyrðu, Svanhildur með þetta er hættulegt. hérna. Það er beðið aftur sendingu. Ef þetta var sending á Köllu þá vil ég fá að læra hvernig þetta er gert. Hemma lítur upp Hafdís að bjóða sig þarna, en Hemma bara, hún lætur vaða. Já. Hafdís. Nú er fylla bóksið. Kemur boltan fyrir. Góðan bolta fyrir. Það sem að Tara. Tara hittir ekki boltan og Heyrðu, verður þarna. nú erum við að tala um, á nokkrum mínútum erum við búin að fá 3-4 færi. Já. Og þetta eru svona færi sem að, Þetta þarf að nýta. já, þjálfarartíð með því vantilega að kreppa nefana þarna á hliðlínunni. En fín uppbygging, fína sóknir. Algjörlega. Já, vel gert að töru þarna, vinnur boltan tilbaka. Vildur raunin að finna... Sem þáttu bara rángstæða þarna, nei. Árvögur línuvörður, ekki sammála mér. Tara, færa niður á Ernu. Kristín Erla. Þeir pressa helviti hratt á okkur þarna, Já. þetta er aggressíft sko. Sveina heppinn hérna, en boltinn endaði á töru. Katla hérna koma tilbaka eftir höfuðmeistri sem hlut gegn hérna Val í bestudeildinni. Já. Fyrsti leikurinn eftir það höfuðauk.
Svo þetta er þetta vel gert þarna en Sena missar hann frá sér. Hann ætlaði að segja svo mikið þarna. Já, kannski hefði mátt losa hann út á vinstri huldu bara. Já, Dagný tók gott hlaupundan á miðjuna. Já. Ég get að segja það kannski marga leikmenn Víkings í fyrra en mér fannst Dagný mjög vannmetin í fyrra. Eða svona athygli sem hún fékk. Já, akkurat. Ég saknaði hana mikið hérna á miðjunni. Frábært að hafa hana og samkeppnin stöður verður bara orðin eftir nokkra daga, nokkra vikur orðin ansi áhugaverð hjá okkur. Ekki satt? Jú, það er mætast við hérna, já, Kristín Erla og Dagný komnar hérna núna og svo er Linda Líf að koma í næstu viku. Svo hefur við von á Kolbrunu í Já, Kolla. júlí. Það þáttu kom bara með bara vandamál sko, sem ég held að flesti þjálfarar elski að hafa. Kom með 2 í hverju stöðu bara. Já. Svanhildur hérna inn á sínu, við búin að mikið í boltanum, gerir þetta vel hérna. Já, frábærlega gert. Og góð tækling hérna. Innkast. Þetta er enda fyrir þetta. Þetta er svona eitthvað sem ég hefði elskað sko. Já. Þú getur slætað alveg til fjandans í þessum leik sko. Það var góð tækling hérna. Hafdís er frábær í þessu hlutverki, heldur boltanum vel og skýlur honum vel, kemur honum oftast nær vel frá sér. Hérna á Tara, býtu, Já. þetta var ágætlega spilað en Selma, hún er, ég veit góð að vinna boltan maður. Hún er hérna Senu, hann gerir Sena. Sena Hún er með skotið. sjá. Heyrðu! Já, þetta fyrir yfir. Og það er markspyrna. Hérna búið að lagast, er maður búinn að venjast bara rugginu? Já, ég held að þetta sé bara. Er ég svona, heldur ég getur verið góður sjómaður? Já, ég hugsa það. Já. Það er skilst það séu 14 metrar hérna núna og á eftir að bæti í. Er það staðan? Já. Ok, frábært. Það er fínt að ef það kemur meiri vindu þá mætti alveg fyrir vatnið að myndavelli. Já. Fögnum því. Það verður kannski ekkert mikið að sína. Nei. Það er eins og það er. Dagný hérna, Já. vel gert. Þessi er þetta. Pressu þarna 2. Sko, þú þekkir allt miklu betur en ég. Hildur Karitas, nr. 10. Hún er búin að vera lengi í Aftureldingu, ekki? Hún skoraði for fun í Lengjubökunum sem er. Já. En hún var frammi hérna, svo sem að lenti í smá altercation við henni hérna Selmu. Já. Bandaríkjakona, man ekki nafnið hennar. Hún er ekki lengur hér, Nei. sem er, ég fagna. Já. Hún var helviti góð fyrir það. Það er að mætta fram að lága okkur, nú þurfum við að losa okkur út úr þessu pressu. Já, vel gert þessu. þessu. Þetta frábælega. Með Dagný þetta upp í horninu, nú er komin stundusókn, við erum með 3 í teiknum. Hulda komin hérna fjæðir líka. Þarna vantaði má aðeins meira aggressjón. Hérna er Emma Frábær í sending. seinni bylgjunni. Komum við fyrir. Góðu bolti reyndar, miðað við aðstæður, þetta frábær bolti. Seinna. Alltaf að koma hann niður en Tara missir hann yfir sig þarna og nú er komið sókn hjá Aftureldingu. Hildur. Þetta var fáralega góð sending hérna. Flott sending. En Erna gerir þetta vel, stendur þetta af sér. Svo flest annað henni búið upp á. Og reynum við aftur, hérna kemur Emma. Svona leikur sem ég fá tilvíðan við verðum vel að skora í fyrirháleik. Þær eru vel Já. skipulaðar og ég hef ekki, það er ekki mörg mistök í búið hérna syns mér hérna. Trúkilega. Sena góða skiptingu Já. um Dagníu. Dagný búin að mikið í boltana líka, kantmennir hafa komist ágætlega í takt upp leikinn en Selma kom út á kantinn en hann náði ekki alla leið. Það er ný með Emmu hérna hægra megin við sig. Kýsa að fara inn á miðjuna. Emma aftur kom boltan, hún er sterk 1-1. Kemur þessu fyrir, lár boltinn niðri, Selma, þetta er hotspillnað ekki. Nei, hann fer ekki út af. Dagný. Vipparum inn í og þar er Hulda. Og Svanhildur. Nei. Svanhildur ætlar ekki að ná að skora á þessu ágæta grasi okkar. Hún átti bylmingskot, svo ég noti orð Bjarna Felixsonar heitins í samskeytin undir lokleiks í fyrra. Einmitt. Afskúst sennilega 35 metrum eða eitthvað. Það er mark sem að varð aldrei til miður, en lifir í minningunni. Já. Ég ætla að það varst að benda mér á hérna reglífina. Já. Fauk upp þarna. Mér finnst það er góð auglýsing í Íslandsbanka, góða reglífar. Tara kemur inn í. Þeir eru búin að vera góða fyrirgjafir og fínar hotspinnir hjá okkur. Við erum ekki að ná að nýta þetta nægilega vel. Við erum að ná skoti á markið. Þetta er örugglega ekki, eins og ég sagði, ekki meira átt að leikur fyrir markmenn. Nei, umöðlegt. Boltinn vantilega rennir sleipur.
Þetta gerir Selma vel. Já, sérðu hún, þetta er svo frábær fyrirmynd. Hérna, hvað gerir hún? Kemur hún út á Dagníu. Bolti fyrir. Þetta vantaði bara smá samskipti en Selma, hvað gerir hún? Hún er leikinn, hún kemur inn á markið en vel varið. Og hún fórnar lífi sínu og limur til að halda boltanum. Þetta var alvöru markvarsla hjá Elenu. Það segir með Selmu þarna með þessir annar og þriðji og fjórði bolti. Þetta er ótrúlega gaman að sjá þetta. Ég er að hvetja yngri iðkendur Víkings og annarra liða til að fylgjast með þessu. Þetta kom algjörlega bara upp úr sturlari baráttu hérna hjá Selmu. Þannig vinnur þetta tilbaka á nær boltanum. Finnur sig inn í lappir. Kast sem Víkingur fær. Það er eitthvað í loftinu hérna finnst mér. Það er svona ná að opna sendingarleita betur núna. Þetta var bara dauðafæri, ekki að segja það? Algjörlega. Frábærlega varið. Já, heldur betur. Sendingarnar frá Ernu en Kristín leysti vel úr þessu. Með hægri fætinum. Svanhildur lítur hún að miðjuna og sér hérna Hafdísi Bára sem er náttúrulega fáránlega sterk. Já, gerir vel. Hafdís. Vel gert. Virkilega vel gert þarna. Sveina. Höldu. Hulda með góðan bolta fyrir þessum Dagný er og nei, hann fer af afturheldingu. Það er hornspyrna. Já, þetta er hvað þessi fjórða, fimmta hornið. Ég nefnilega er ekki sérstaklega góður í að telja sko. Það er nú 4-0 á Val og Fram. Já, á Hlíðarenda. Já. Það er engin afslöpun þar í gangi. Þetta kemur boltan fastur niðri. Nei, það er ekki gegnum fyrsta varnarmann afturheldingar. Já, mér sýndist Valur bara að stilla upp sínu sterkasta liði. Já, það er bara þannig? Já. Ok. Það er bara stilla sig vel inn hérna líka, þessi keppni. Og svo bara spurning hvernig þú skilgreinir sterkasta lið Vals. Já. Það er hægt að gera random leiku við. Nei, það má ekki segja svona. Það eru sterkar. Heyrðu, það er Kloppi, vel gert, kóttu með fyrir. Nei, það eru helviti vel staðsettar hérna í vörninni. Það er eiginlega bara orðið óþolandi. Það er kaplöp. Þessi fer út af umkast sem að Erna tekur. Kemur hérna á Töru. En það eru búin að vinna boltan hérna eftir að Ding. Senda þennan hérna í gegn, en þessi voru langt og Katla grýpur þetta. Tíu 11 mínútur eftir að fyrirháleik, staðan 1-0 fyrir afturheldingu. Já, náttúrulega ekki miklu bætt við. Býst ekki við því. Nei, það var það. Þetta er vel gert þarna að Hafdís ætlar hann að stinga sér á bakvið en gera þetta vel. Selma náttúrulega tekur öllu persónulega og vinnur næst í boltan tilbaka. Jú, við vinnum boltan. Byrjum þarna miðjunni. Fannst miðjan hjá Víkingur vera svolítið aftarlega þarna. Það er skipting hjá afturheldingu. Það er leikmaður nr. 8, Sigrún Eva Sigurdóttir sem er út af. Inn á kemur leikmaður nr. 18, Harpa Karen. Afturheldingur fengur liðið sig, út af kemur leikmaður nr. 8, Sigrún Eva Sigurdóttir og inn á kemur leikmaður nr. 18, Harpa Karen. Líklegast einhver meiðsli þarna. Að það sé ekki alvarlegt og hún skilir sér á öllum fljótt. Afturhelding búin að spila 2 leiki í Lengjudeildinni. Sigur og jafntefli, ef ég man rétt. Já, þær eru hvað er maður að segja, aftaka veðri. Fólk að spyrja hvort þið getum tekið tuskuna á myndavélina. Ég hvet fólk bara til að renna hérna upp í Mosó, taka með tusku, kíkja á þetta. Þetta er ekki, því miður ekki hægt. Við verðum bara að gera okkar besta úr þeim aðstæðum sem okkur er boðið upp á. Svona tilbaka, nú er afturhelding komin aðeins framar á völlinn. Já, þetta er erfitt. Já. Senda boltan svona í vindinn. Herri, það sendi eitthvað upp í hornið en þetta hlýtur að fíla út að, já. Þetta er erfitt.
Erum við að senda ykkur út að hita? Ætla að segja bara með þér inn í bíl, bara með miðstöðin í gangi. Það er... Vantar rútunars Helga, góðu. Við bjargaði okkur oft. Hattis bara getinn þarna og... En... Erna nær valda boltanum. Finnur Hafdísi. Gerir þetta vel. Þrengt að henni þarna en... Já, ok. Ég ætla ekki að tuða neitt. Ég er þekktur fyrir að tuða ekki neitt, sko. Já. Og þetta Það er mitt millinafn. millinafn, já. Það var vel gert hjá Nei, hérna er afturhaldið segi. En já, þarna minnstu vel á þessu boltanum sig. Þeir eru að halda honum vel upp okkar allir mikið og meðan það er boltinn þarna þá skorum við nú ekki mark. Það er víst þannig. Og Sveina gerir þetta vel. Aftur boltinn í Dæmt hendina, hendi. já. Ja, dæmt hönd, er það ekki víst eitthvað sem maður á að segja? Það er tillega nögt að það er ekki, þessi boltur er ekki að fara inn í það. Já, jú, er það ekki bara? Það er ekki margar, það er nú heldur margar Víkingsstúlkur þarna, en styrtur af Dagníu. Dagný. Hreyfa liðið svolítið upp á við núna. Já, en þær eru bara alveg virkilega vel skipulaðar þarna. Þær eru fljótar að kæfa niður svæðin og ekki mikið svör þarna, þannig að eitthvað þarf að gerast hjá okkur. Tara. Já, finnur þarna Selmu. Tilbaka. Elmar biður hérna á hægri kantinum og fær hann. Já, ágætis skipting en vel lesið. Kannski í öðru veðri hefði þetta verið betri skipting. Tara reynir hérna að sparka boltanum í boltakrakka. Skjóðar við. Næsta... Allir að reyma núna. Já. Já, þetta er vel list hérna hjá Afturhaldingu. Já, hún heldur boltanum líka vel hérna frammi. Já, Hildur Kardas. Já, hún er sterk. Þurfum við að fá okkur feilsendingu, já, ok. Þá getur sjómynd þarna en Hafdís er fljótin ekki í Avengers en þá. Svolítið ping-pong hérna núna. Já, hann er aðeins að skoppa. Þetta var fallega gert. Þetta var klókt. Hann er alltaf kannski sér of þarna. Já, bara skila boltanum strax. Já. Hann var með nokkra opsuna þarna en leist ekki nógu vel á neitt þeirra. Engin pressa þarna í okkur og einn Afturhalding heldur boltanum þarna. Vel gert hjá Svanhildi þarna. Nei, byrju, ég held hann í hluta. Já, það var 81 sem að... Svanhildi er vel ósátt þarna og hún þarna. Ég hef aldrei séð hana ósátt sko. Nei. Þannig að ég ætla að gefa henni við afan í þessu máli. Hún var ekki eins og ósáttir, hún reynir var grýtt á Kjötlu en það er annar mál. Já, það er annar mál. Það er annar mál. Ræðum það bara eftir í hálfleik. Já, spurning hvort það er liftið þessi mikið bara inn á tæk. Heldur betur. Þetta mátti ekki miklu mun að... Nei, vel leist úr þessu. Þá er skyndisókn. Selma gerir þetta vel. Það eru 4 og 3. Nei, þvílík óöfni þarna. Þarna voru 4 og 3 og Hulda lyftir höndum. Hefði viljað fá hann stuttan þarna en jú, maður getur alltaf verið snjall eftir á. Þetta er erfitt að taka þessa háu löngu bolta. Og ég hef til að getur góða upp á að þessi bolti átti ekki að vera hár og langur hjá henni. Nei. Þetta er... Vildurinn tók hann þarna. Já. Þannig að lengra. Já, skemmtileg taktar hérna. Boltinn út af. Dís gerir þetta fábælega þarna en má ekki margnum og þetta er svona, nú er þetta komið í svona eins og skrapp. Já. Þannig að við erum ekkert sérstaklega hrifin af... Það er bara, það er verið að, ætla að segja eitthvað veðmálasvindl í gangi hérna, það er verið að fjölga inngangsstönnum ansi hratt. Það er ekki too soon að segja svona brandara. Kannski.
Tara finnur Kristínu sem jú bara hefur slottað vel inn í vörninu hlýna Örnu. Já. Bara, Nei. býtu hérna, ég jinxaði þetta alveg í Nú drast verður þú að þarna. hætta þessu. Fyrst afsökunar hans, kæru áhorfendur. Það er hérna flegi ferð. Og hvað? Nei, þetta Það var vel varist þarna. Emma með góða gafbreyningu. Selma komin hérna baka Já, finnur Hafdísi bara. Já. Þetta vel gert. Dagný. Og þetta var Sina í góðu hlaupi en þannig hafði ekki tök á að sjá hana. Já. Vel gert þarna. Það finnur Sinu og Tara hérna. Já, setur boltann góður upp. bolti, en nei, hann er ekki alltaf leið, það leit vel út. Sem að Dagný er komin hérna inn á miðina núna og Selma út á kantinn. Selma á kantinn. Það var marka mínútan Fræga innan gæsalappa að líða. Man nú ekki hvar ég sá það, þetta er bara eitthvað þvæla. Já. Bara bull. Sjá. Já. Sina bara upp í þennan. Nei, þetta var Hafdís. Kemur það er eiginlega á miðuna, það er enginn, hver nær þessum, afturrelding, já, að reyna þetta aftur, hefnast bara ágætlega hjá þeim. Svo hann heldur með boltan hérna á tilbaka á Köllu sem að spinnir frá markinu. Já, hérna nær þessum, Emma, prófa þetta hérna niður. Já, vel gett hérna hjá Selmu. Finnur Sinu hérna inn á miðunni. Já, sendir strax á Huldu en vel leist þarna hjá Afturheldingu. Bara vel leysið. Nei, hér er dæmt brot. Já, sé hálfleikur að fjara svolítið út hérna í einhverju þvælu. Ykkur hérna eftir aukarsbreytunni. Svo boltan fram í gangri. Það var Kristín Erla skalla frá í 30 vinstum. Þetta er vel Þetta er vel spilað með spilað, Afturheldingu já. en Katla átti ekki vandræði með þetta skot sem betur fer. Dagný. Finnur Huldu, loksins fær Hulda boltan. Já, gengst hérna fram hjá einum leikmanni og öðrum eða hvað, sem er boltan fyrir en nei, þessi var farin aftur fyrir hliðanettið. Áferðin átti að verða búið hér í fyrri hálfleik. Já, þetta er vantilega þessi obligatóriska 20 sekúndna bið eftir útsparki og svo er flautað sem ég hef aldrei lesið í neinum knattspyrnureglum. En þetta er svona kallast góð meginregla. Já, akkurat. Myndast svona einhver hefð. Skipuleggja sig hérna í vörninu og svona og svo sparkar hann út og þá er flautað af. Nei, heyrðu, þetta töð virkaði. Við hennan, nei, Afturhelding færði innkast. Við hérna ég segi kannski bara svona í lok fyrirháleiks við höfum ekki búin að spila neitt illa, ég ætla ekki að segja það en við erum fyrir svo affallið að fá þetta marka á okkur og þau höfum ekki alveg náð að svona Búið erfitt. já, en hún er að fá nokkuð færi þannig að ég veit að segja Já. það var ekkert ósakant að vera búin að jafna hann leiknum en þá er flautað til Hálfleiks. hálfleikstölur 1-0 fyrir Afturheldingu og við komum hérna aftur að vörmuspori með síðari hálfleikinn og vonandi með eitthvað sem getur teikt sig hátt upp í loft og þurrka myndavél. Já, sjáum til. Takk fyrir Billy.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, it's a fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand, come undercover. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Young Wayne's gonna move, yeah! Head I down when I'm alone. Love is a ring on the telephone. Love is an angel disguised as love. Here in a bed till the morning comes. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand and the sound descends. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, it's the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Here comes the
Já,
Jæja, velkomin aftur að skjánum. Við náðum að þurrka skjáinn á myndavélinni, eða linsuna myndavélinni aðeins í hálfleik. Vorum að þessi ennþá til friðs. Nú fara leikmennir að detta út af völlinn aftur. Þannig að koma leikmenn Víkinga að hluta til. Við vorum að ræða í hálfleik að við ættum raunverulega að Mosfellsbær, sveitarfélagið Mosfellsbær ætti að senda gestum vallarins einhvers konar blómböndu eitthvað. Þannig að ég var að kaupa hérna eitthvað kaffi á það niðri. Já. Það sagði svo sem var að afgreiða mig, ég get ekki ábyrgst að hlerinn á sjoppunni skellist ekki á þig. Nei, ok. Það er staðan hér í Mosfellsbæ. Já, það er að bæta í vindin líka. Já, þetta er ekki að skemmtilegt sem ég upplifað. Nei, ég er með hérna hálfleiktölur úr hinum leikjunum sem er í gangi. Já. Eða réttar að setja hálfleiktölur úr leik Val og Fram. Það var 5-0 í hálfleik. Seinni hálfleikur var að byrja, það er staðan 6-0. 6-0. Og já, FH er komið yfir á móti FHR. Það er hálftími liðinn, staðan 1-0 fyrir FH. Ok, það eru tíðindi úr mjólkurbikar kvenna. Heldur betur, eins og staðan núna eru bikarmeistararnir á leiðinni út úr keppninni. Það er eitthvað sem að ég held að væri erfitt fyrir mig að kyngja í dag. En með líka hvernig leikurinn er búinn að þróast. Það er bara, þetta er búið að vera 1-0 er ekki alveg fyrst með lýsandi fyrir leikinn en 3-4 svona alveg virkilega góð færi, 1-2 svona dauða myndi ég segja hjá okkur. Já, heldur það að séu einhverja skiptingar? Finnst það ekki ólíklegt sko. Gæti verið að bergi svona okkur Sveinsdóttir, mér finnst hún verið að búin að klæða sig úr það en ég er ekki alveg með á hreinu, þetta er Dagný Lýsberg, já. Nei, fljótt á reyndi sé ég ekki breytingar. En ég er með talleika í gangi, það hlýtur að gera leikmennina vel í gang. Já, það hittar. Ég er orðinn mjög peppaður. Ég er setni í 45. Sjáum hérna. Það er að peppa sig í gang fyrir leikinn. Já, FHL var að jafna gegn FH. Það er staðan 1-1. Og þetta er í kriganum? Þetta er í kriganum, já. Ok. Finnst mér. Heimavelli Hybridsins eins og kallað í dag. Já, það verður veist. Einhver kallar að það. Það verður gaman að fara að hérna, sjá það ekki hann. Já, heldur betur. Það verður ekki... Ef þetta reynist rétt, þá er þetta mjög spennandi. Ég þangað til er ég bara alltaf hrifinn af þessu í það eða græna teppi hérna. Þetta er eins nálægt við getum í þessum stað jörðinni. Það er staðfest að það er engin skipting hjá Víkingu. Já, það er engin skipting. Vallatölur hérna á vinstri hönd mun væntanlega tilkynna okkur eitthvað er að gerast aftur líka megin en treystum á hann. Sýnist ekki heldur í fljótu en eins og glöggir hlustundur síðustu ára hafa hatt þá veit ég ekkert hvað er að tala um þannig að það hefur ekkert trefnað mér. Það leiknum bara komin af stað. Já, þetta er farið af stað hérna. Sjáum hérna. Já, þetta er erfitt að eiga við þennan bolta í þessum myndi. Er ekki breyting þarna? 26. Nei, hún var í fyrra leik. Hún var bara stödd til mér í vellinum og við sáum hann ekki. Já. Einmitt. Núna er vindurinn aðeins að snúast með okkur í vil, sýnist mér, með fánana. Já. Sem að þær eru aggressívar, mæta snemma, loka svæði, einfalt. Já, Hafdís gerir hérna vel, kemur boltan upp í hornið. Já, hann er út af. Gott líka að geta sagt alltaf eitthvað þegar sem eitthvað klikar, vindurinn hefur gripið þetta boltan augljóslega. Það var þarna í baráttunni á miðjunni. Akkurat. Langur bolt í gegn þarna. Katla ætlaði að koma á móti en Katrín hérna með boltan. Býður til aðstoð. Fær hana. Wow. Þetta er óþolandi bolti. Óþolandi góð bolti þarna. Í aðstæðunum en Tara hérna. Katla leysist það vel. Þetta var mjög góð setning. Ég segja þarna, Hrafnhildur, að það mátt engu muna. Heldur betur. Bolti komin að stað strax aftur. Bolti en Kristín tekur hann niður hérna og kemur hann áfram. Nei, það eru mættar að það. Snæfríður var líka í fyrra ekki. Hérna. Nú 15.
Mér finnst hún líka óþolandi þá. Hún er búin að vera mjög seig þarna á miðjunni. Jú, mikið rétt. Hún var hérna í fyrra, spilaði alla leikina í deildinni. Selma Svanhildur að reyna að koma boltanum upp völlinn. Hafdís sterk hérna en þessi sending var á föst. Það eru konur með sérstaka markmannsklukku hérna. Bjarki mert, hún er hérna af G. Smith að útgáfinni. Ja, þetta er komið að stað aftur. En maður í baráttunni gerir þetta vel, kemur boltanum inn á teiginn þar sem Hafdís Bára er. Og Já, flaggað. þarna var ágætis samstuð. Það var á dýrari típunni, vonandi Hafdís Bára í lagi þarna. Svo kvöldum maður hérna í Víkinni, þá var hún á Vestfjörðum, lætur ekki allt. Hún liggur ekki niður nema ástæðis til. Vestfjarðavíkingurinn. Einmitt, best, ég ákveðna gleymur þessu. Það er besta nafn sem við fundið upp hérna í útsendingunum. En hún er sterk, stendur þetta á sér. Og dæma rángstöðu þarna. Kemur langur bolti fram. Já, vindurinn er aðeins greinilega kominn í áttina að marki Aftureldingar sem er flott fyrir okkur. Svo erum við Emmu koma hérna í færa meginn. Dagný ákveður að nýta hann ekki. Við erum undan í þennan bolta. Það er Afturelding. Tara grjótör hérna og lætur ekkert, heyrði hún, jújú. Heyrði býtunum við, þetta var göngutúri gegnum vörðina og það er flöggur rángstaða og ég býst við að þetta sé ekki, Katla var ekki sátt þarna en var þeir samt. Hún veit markmaður sem að gerði mikið í þessu í Galanda, spilaði fyrir danska landsliði. Hann hataði þegar boltinn fór í markið þegar búið að flauta, tóku sér mjög persónulega. Kann að meta margar tilvísanir á Kötlu í fyrir tíma. Og jafnvel nýja tíma þegar hún nota Pickford tricksið sitt á 80 pluss. Heyrðu, þessi sending var rosaleg hérna. Hann er aðeins að komast í boltan hérna en aðeins að hægja þeim. Já, Hulda var hann hérna í vinstri megin núna. Má ekki marknum hérna en gerir þetta vel og vinnur innkast. Vinnur innkast. Hafdís vill fá hann. Nei, heyrðu, þessi þetta er erfitt. Frábært barátta hérna og við vinnum innkastið. Já, hlýtur að vera. Þú þurfum bara að fá mark innan leik, það myndi breyta leiknum held ég mjög mikið því að Afturelding er búið að liggja tilbaka síðan þeir fengu skorið þetta mark. Það náðu nokkuð skyndisóknum en heldur betur búin að opna vörnina. Mjög hættulegum skyndisóknum. Heldur betur. Hann geti breytt leiknum sko til svona fyrir hlutlausan og alltaf sjálfsögðu mig. Ef hérna, hann opnaðist aðeins meira, hann er svolítið kompakt þessi leikur. Dagný gerir þetta frábærlega þarna. Upp, þarna var beið Hulda en hann náði ekki alla leið. Sjáum hvað gerist hér og bara koma honum örugglega fyrir en ekki aftur fyrir. Volta feti, góð hotspinna þarna. Þarna var Selma mætt og við fáum innkastið, þarna kom ágætis hérna kviða. Held ég var að detta. Hafdís Bára sterk hérna og það er pressað í útspark. Og maður sér að leikmennin sumum hverjum er bara kalt inn á vellinum, skilar vel. Já, það er ekki bestu aðstæður. Grenjandi rigning, 15 metrar og 5 gráður. Já, þetta er svona feels like -10 sko, fínu stemming í þessu. Svanhildur, hugsaði hérna frá. Já, vel gert hjá Svanhildi að hann leysi þetta vel. Veit að Selmu finnur Hafdís samt í fætur. Hafdís ítir upp, biður stuðning og finnur hann hjá Dagníu. Boltinn fauk hérna í áttina til hennar. Já, þetta var skemmtilegt.
Kristín er alltaf mætt þarna í baráttuna, gerir þetta vel. Kloppar, hún kloppaði Svanhildi. Rúglega fyrst sem þetta gerist í þessu liði. Þetta full tilraun. En nú höfum við 40 mínútur tæpar til þess að fara að gera eitthvað í þessu, Berki. Hvað hérna, það er eitthvað breytingar sem við getum gert náttúrulega ekki. Það er eitthvað sem við getum hrist upp í þessu með. Jú, nákvæmlega. Við erum með Gíu á bekknum og Birtu. Já. Nú Það er kannski svona... Bítu. Þetta er rámstæða væntanlega. Það hlýtur að vera rámstæða, já. Já, hann leifir þessu alltaf að líða. Mér finnst þetta svo skrítið. Flaggar hann ekki? Nei, því að núna ég skil ekki hvað þessi dómgæsla virkar. Flaggið var komið upp þarna en Hafdís bara gerir þetta frábærlega. Hún er eldfljót og sterk. Já, færir okkur upp völlinn. Það er sömuleiðis. Við erum með unga Freyju Stefánssonar líka. Já, okkurlega. Það eru... Freyja og Bergdís getur komið inn hérna. Freyja kemur alltaf með hraða sem að finnst hvergi annar staðar í fótboltanum leikum við. Þessi bolti var... Það er erfitt að eiga við þetta. Já. Já, nú er hann fann að grípa, þannig að hann sterkari vindurinn aftur núna. Já. Svanhildur og Hulda. Þessi bolti frá Sveinu en... Ónákvæm rending þarna. Mikið baráttu þarna en lítið gæði kannski en þetta voru gæði hérna hjá henni Töru. Þetta var alvöru tækling en afturhelding, þær eru fljótar að vinna boltan aftur. Ætla þessi stóra hluti í dag. Það er endur okkur komið að stoppa þær hugmyndir. Hérna við þurfum upp á Hafdísi sem gerir þetta vel, tekur með þessi, það eru svo margar í kringum hann, það vantar tenging milli miðju og varnar er svolítið slitinn hjá okkur og hérna Við sýna hérna Kristínu Já, mér sýnist búið að kalla varamenn Víkings allavega einhverjir af þeim byrjar að hýta hérna upp Sýnum við sér hérna boltan Sveinu er sterk, djúvillig og sterk maður. Já, þetta var gott skot. Skot. Það sýnir nú kalla að hafa verið með þetta en... Já, mér sýnist Bergdís og Freyja að vera að hita upp hérna. Já, kalla þetta standardið þannig að við erum vanlega með okkar besta Óðinn myndatökumann hérna á vellinum, ljósmyndara. Já. Kalla þetta standard, hann hefur greinilega viljað inn í hlýinn í dag. Skilar þetta bara mjög vel. Þetta er örugglega ekki besti leikur til þess að ljósmynda. Nei. Þetta er búið svolítið sagan í dag. Miðjan er búin að vera svolítið... Við náðum að kapla í fyrraleik sem miðjan náði smá yfirhöndinni en þær eru búin að vera sterkara miðjan í dag og það er svona held í stóri munurinn á liðunum. Já. Nú getur það skipt þarna yfir. Svanhildur er ekki að grínast, hún er sterk. Innkast sem afturhalding var. Og fyrir aðdáendur frábærs fótbolta þá get ég tilkynnt að Tottenham er komið yfir gegn Sheffield United. Bara svona, ef það gleður einhvern annan en mig. Ef hinir tveir eru að hlusta. Já, nú þurfum við að fara að taka boltan hérna niður og spila. Það gengur ekkert. Já, frábær sending hérna í gegn og Emma alltaf dúndrar þessu fram. Þessi bolti, hann bara fíkur sko. Þetta er... Já, þannig að þau lið sem er í pottinu núna á hvað er það þriðjudaginn? Já. Það eru þá hérna Grindavík, ekki satt? Það er Þór Káa, það er Keflavík, það er Grindavík sem hann IA, já. Það var á heimavölli Safamýrin, er það ekki? Jú. Já. Svo kemur ljós í kvöld. Hvað vil ég fylgja með? Þetta er mjög vænt að vera í pottinum á þriðjudaginn. Já. Annars kemur við bara í pottin til mín. Annars förum við bara í pottin saman. Það er alltaf og draugum bara eitthvað fallegt upp á þeim potti. Já, já. Hvað gerir Kristín alltaf hérna?
Shayna. Þetta er búið að vera ágætis, Hafdísborgum standi sig vel í þessu. Þetta er erfiðar sendingar að fá en við erum búin að vinna vel úr þessu. En þetta er einhæft yfir hreinskilin. Það vantar eitthvað, Já. einhverja fæslur sem ég vann að sjá í þessu liði. Já. Það er eitthvað að breytast núna. Nú er Emma komin aðeins meira á miðjuna. Já. Dagný dreifur sér tilbaka þarna. Já, þetta þekkjum við aðeins betur. Já, þetta er vel spilað. Já, virkilega vel gert þarna Dagný hérna á miðjuna. Það er að leika á allt liðið, Finnur Svanhildi. Og þrýsta afturvældingu fyrir niður núna. Hér er Hulda. Kemur þessu í hotspyrnu. Já, hotspyrna. Mitt var ansi dýrmætt okkur hérna í fyrra í lengjutildinni. Já. Kom hérna í heimsókn eftir, það var fyrsti leikur eftir Mjólkurbygga meistaratitilinn í fyrra. Já. Skoraði 2 mörk á okkur mörgum á mínútum. Korrekt. Og þetta var ekki hotspyrna, nei. Nei. Það er bara þannig. Nýjastu tölur segja þetta sé markspyrna. Já, þetta er sjálfsögðu það best að vera vinstra megin. Það er, heist að Já, þetta er Þetta er svakalega rosalegt maður. Lítur út eins og hún bara sem engan kraft í fótunum, þetta er vindurinn er að, hann er rosalegur. Já, Emma. Já, gerir þetta skemmtilega þarna. Heyrðu, það var skemmtilegt. Já. Var þetta ekki bara kloppið, ef ekki að segja það? Jú, sýttist það. Erna lítur upp þarna. Það er Selma að taka með sér en náðu því ekki. Langur bolti fram þarna sem endar hjá Shaynu. Þetta er mjög vel gert hjá afturvældingu að finna yfirlega sóknarmanninn beint í fætur. Já, og svo er hún bara alltaf óþolandi sterk líka, þannig að það er leiðileg blanda fyrir okkur vinga, en þetta er bara flott framistæð afturvældingu í dag. Ég vil nú bara gefa það. Þetta er, eins og ég segði mig fyrra, lengjutildin fyrra var ógnasterk og Ég held að það sé sterkari núna. Já, ég segi það. Þetta er ekkert einhver önnur deild, það er bara að fjölga liðum í bestu-deildinni. Frábært að spila þarna á Hafdís Bára. Þetta leit út í þessu sjónarhorni sem við erum hér, kæru áhorfendur, eins og eitthvað sem var að fara að smyrja samskeytin innan. Svo var ekki, hún skuldar okkur líka mark, hún líka skora í einhverjum 1-2 leikjum í röð eða eitthvað. Kallum eftir því. Það segja að John gefið þessu 5 mínútur viðbót og svo 65, já, hann er þekktur fyrir 65-70 skiptingarnar. Það var alveg óþarf að vera að bíða með það. Mikið lengur, nei, ég er sammála. Það þarf eitthvað að hrista upp í þessu. Það er ekki búið að vera neitt, það er ekki búið að vera lélegt á neitt átt þannig, en við erum ekki að finna svörin sem við þurfum á miðunni, það er alveg klárt. Nei. Þá slæðir hún 60 mínútur klukkan. Úff. Ég heyri vonandi ekki vindkvöðunar kæru áhorfendur, þá væri ég búinn að hringja í Víði og þá hjá neðar almannavörðum, sækja okkur hingað. Slíkar eru aðstæðurnar. Það getur margs um það hversu mikið þessi leikur er búinn að vera. Kallinn er ekki búinn að vera mikið í aksjoni, sko. Ekki mikið að gera þar. Dagný kemur strax í leik hérna á Selma. Hún er ótrúlega lungin í þessum stuttu. Já, nú vantar þessu close-baráttunni hérna. Hafdís finnur hérna. Shayna. Hún skuldar okkur 1 mark hérna í dag. Finnur Hafdísi Báru og Selma og Dagný og þvílík markvarsla aftur. Já. Þá erum komið 2 úr efstu hillu. Ekki segja það sem sanngjarnt. Algjörlega, Elena með frábæra varslu þarna. Virkilega vel vel spilað. Fínn þrýstingur sem náði að mynda þetta hægra megin. Dagný með vinstri fætinum. Gott skot en vel varið. Já. Kemur sína. Það kemur hún fyrir. Hún er flöggur rangstæð. Já. Ég sýnist bekkurum vera klár. Já, hann er leikmaður komin úr. Þetta er alltaf Birta nokkur. Jú, þetta er ekki Birta. Ég sýnist það vera Freyja. Þetta er Freyja. Sem er klár þarna. Ég er náttúrulega lögblindur í rigningu. Það er spurning. Jú, þetta er Freyja. Hvort að hún komi á hægri kantinn
hvort það er Dagný þá sem að Já, hvort það verður einhver skipt, jafnvel einhver fært til þarna. Já, Tara er búin að vera í mikilli baráttu náttúrulega á miðjunni. Hún er búin að vera djúp í dag. Og það með mikið á henni. Dagný virkar bara spræk sko, ég veit Já. ekki. ég held að hún sé búin að vera að spila í Bandaríkjunum. Já, ég sé enga ástæðu til að taka hann út af. Það er nú vandið með, þú komið með sterkan hóp að það er ofta erfitt að taka hann út af. Já, Selma með góða skiptingu hérna yfir á Huldu. Það sýna okkur töfruna sem hún hefur í þessu vinstri fæti. Gerir þetta skemmtilega þarna. Já, heldur boltanum lifandi. Svanhildur. Hár og Já, Dagný nær lúpandi þessum. bolti. Það eru mættar, sko, það er svona svindla, þess að sé með auka mann alltaf á okkur. Samt er það bara 11, sko. Mjög vel dekkað. Þarna, Þannig eitthvað meðsli. minnst að fengi eitthvað höfuðhögg, þannig að væntanlega verður leikurinn stöðvaður. En það er ekki gert og þetta var alveg fullorðinn sem Kristín þarna, það er vel gert. Já, hann er fullorðinn þarna. Rótið á Dagný. John ætlar að bíða aðeins lengur með skiptinguna. Eva Freyja aðeins að kólna þarna, Já. hún er sjóðandi heitt greinilega á hliðlínunni. Hún hérna kom inn á undir loka mitt í úrslagleiknum í fyrra, skoraði þriðja markið þar og hún er að koma inn á fyrir Dagný, það er ekkert annað. Já, það er bara þannig. Það er hérna, þrátt fyrir að við séum ekki á launaskrá hérna sem þjálfarar, þá var ekki hlustað á okkur. Nei. Magnað. Já, það Víkingur gera breytingu leiknum. væntanlega verið að passa Dagný. Ég meina frábært að fá 60 mínútur í henni í dag. Já. Virkar hún geta alveg klárað 90 næst, sko. Já, mér sýndist það. Standa sig vel. Og Freyja kemur væntanlega þá upp á hægri kantinn, Já. gerir það fyrir. Bara í sína stöðu. Já, nema að vera eitthvað sjöfl en það gert og hún farið bara fram, ég meina hún er Já, það getur líka verið. bara án að hún sé heil heilsu, ég sá að hún fekk svakalega samstöð undir lokinu undir Þrótti, Já, undir lokleiksins. Emma kemur boltan feti frábæra, þetta var góð hérna sending. já, hann á að halda þessum inn á. Seina er honum. Freyja lyftir honum hérna inn. Bíddu. Elena, já. Þetta var góð preying þarna. Þetta var skemmtileg fyrsta sending á Freyju þarna. Það er finn hana alltaf. Já, á fætur. Þetta er Svanhildur, alveg hún étur hana magnað. í morgumat þarna. Tara klók þarna, leið tilbaka, nú vantar, það eru 2 inn í. Tara er að valda svæðið. Já, Þetta var úr efstu hyllu framherji sem ætlar að færa liðið til framar, takk fyrir. Já. Kafli 7 held ég að þetta sé í framherjabókinni. Og talandi um 7, þá var Valur að skora sitt 7. mark gegn Já. Framherji til þessu. Þannig ég held að úrslitin séu Það báðin þar. Já, það er nú kannski ekki mikið sem getur breyst þar. Og við þekkjum það nú að það fengi 7 í grímuna frá Val undanfarið. Já, En það er annar mál. Það eru konur þetta afturhalding. já, erfiðu bolti hérna fyrir. En það er eins og ennþá enn sem komið, þá er eins og afturhaldingu langi aðeins meir í þetta, sko. Já. Ég er alveg hreinskilinn. Sammála því. Við ættum nú að hafa lært það hérna í fyrra, að hér er ekkert gefið ókeypis, ekki einu sinni Nei. snakkbóki, sko. Þannig að það er hotspot, nei, innkast. Innkast. Innkast á frábærum stað, það er skiptingi á afturhaldingu líka framöndan, finnst mér. Já, Það er standard hér, takk. Það er hérna, gamla góða skiptingaskiltið. já. Allt klárt hérna, svo vanlega. Já, það er virðist að vera skipting núna. Já, það er leikmann nummer 24 sem er að koma. Já, Ariela Lewis er að koma að velli og Katrín Viljámsdóttir að koma inn á. Já, Já, Ariela Lewis var mjög öflug hérna í fyrri hálfleik. nú spyr ég hérna glæsilegan vallahulun, er þetta like for like skipting? Er þetta kantmaður fyrir kantmann? Þetta er kantmaður fyrir kantmann. Það eru búin að leggja inn góða vaktinn í dag og þrauta okkar varnarmenn og setja inn spræk inn á í staðinn.
og þessi bolti fyrir hann aftur fyrir í hornspyrnu. Já. Nei, og hann var þar. dæmir markspyrnu. Já. Þeir fengið skilabóðum frá mér í hálfleik. Katla vill koma á stað fljótt en finnur engan með sér. Jú, finnur Kristínu. Það að rúla stað aftur. Nú þurfum við bara að fá mark fljótlega í leikverki. Ég hef áhyggjur af hverjum mínútum sem líður núna. Og það eflast afturhaldingakonur í því sem þeir eru búin að gera og búin að gera vel. Já, Já, eins og þetta til dæmis, bara frábært dæmi það sem við erum búin að gera vel í dag. Og Erna stingur sér fram fyrir, gerir þetta vel. Þetta var örugglega ekki þægilegt. Nei, ég held að vildi fá eitthvað hérna fyrir sín snúð, fekk ekki. Freyja eldfljót, en hún er líka eldfljót, hún Snæfríður. Það er innkast. Og við erum þetta með á bekknum líka hana Birtu Birgis. Já. Sem við höfum spilað alla leikinn okkur hingað til. Hún reyndar í vinstri bakverði, mest. Já, hún er verið Þannig að sem spila mjög þar. 2 leiki núna djúpa miðinni. Ég held að sé svona hennar náttúrulega staða. Já, þó að ég sé með ykkur aðra hugmyndir. Það er boltinn fyrir. Þetta er Hafdís. Já, hún er sástu þetta. Já. Færð hana bara. Já, já, En hún er góð í markinu. Hún er betur. Hún er skilja milli þess að það sé 0 á töflunni heldur en 1 hjá okkur. Sendingarna upp eftir Svandur ávarpinn. Gerir þetta vel. Já, leysir þetta vel. Já, það eru allir leikmenn Víkinga að hita. Ég var eitthvað að hæðast hérna stétt ljósmyndar aðan. Þarna er einn ljósmyndari grjótharður á fjárkantinum sér þann. Já, já. Þetta við þurfum að hitta þennan mann á eftir. Sennilega þetta er úr Breiðholtinu. Já, Fossvoginum. Við erum svo hörð á okkur þar í Fossvoginum, eða ekki? Já, Kristín kemur svo fram völlinn. Hafdís bara enn og aftur umkring, gerir þetta aftur frábærlega. Seina, já. Þessi sending var góð en mikið pláss, þetta er svo blautt og vindurinn, þetta var góð hugmynd samt. En þarna voru að fara held í einu skrefi og langt í einu. Þarna var bara Freyja galopinn, færum þetta framar. Það er ekki segja kannski að við séum ekki búin að gera þetta alltaf einfalt en við erum búin að vera stundum að flækja hlutina mikið fyrir okkur í dag. Og margar snertingar líka á miðinni sérstaklega. Við bíðum hérna spennt eftir útsparkinu. Við erum alltaf hvað á hverju. Já, það kemur það. Selma vinnur skallaboltan. Nú þarf að vinna boltastelpur þetta frammi. Þetta var álitleg staða sem var komin að þau upp. Já, hann fíkur eitthvað sástu þetta. Rosalegt. Þetta er ekki að þurfa að sérka út hvort bolli lendir. Mjög erfiðar aðstæður. Svo segir einhver núna hlæjandi, svo er kvartað yfir að spilin í búanum. Já. Þannig að það er kaldanslegt. Hvort viltu? Ég held að þetta sé skára í leiðin. Freyja gerir þetta frábærlega fyrir fram hjá mann og kemur boltan á Selmu. Lítur upp með frábæra fyrirgjöf þarna. Það var Hulda komin inn í á fjárstöngina. Sannur kantmaður. Tilbúin að smella honum í netið en datt ekki fyrir fættunum hennar. Emma kemur þessu yfir á Freyju vel gert. Þannig að Emma komin í þessa stöðu sem við síðan svolítið sáum í undirbúningstímabilinu mikið. Já. Heyrðu, Freyja! Eleina með þetta á hreinu. Hún er mætt, stimplar sig hérna inn með skoti. Já, það var fín tilraun. Þarna vantaði bara að markmaður misti boltan frá sér. Hún er ekki mikið í því í dag. Nei. Heldur boltana vel. Og er búin að vera eins og hersöðingi aftast að halda klukkunni gangandi. Mjög vel gert hjá henni. Kann að meta þetta. Já, hún var einn af betri leikmönnum fram í fyrra. Já. Eleina. Sem reyður sig upp í deild. Einmitt. Já, vel gert þarna frá Sveinu. Finnur hún Selmu í fætu. Nei. Það var ákveðið svöngum þarna en vildi að missa hann frá sér en kloppar hann í leiðinni. Þá fær hún 1 stig pluss og 1 stig mínus fyrir þetta. Já, núllast út bara. Kristín, hún er góð sendingafótur á henni. Frábær innkomi hérna í dag, gaman að sjá hana fyrir sem fyrsta leik. Freyja náttúrulega, þetta er svindlkall, djöfull er hún fljót og góð maður. Já, gert. Selma. Nei, missir hann. Já, Emma nær á rum.
Það er að chipa mútið hodnið, þarna var hvorki Freyja né Selma með á nótunum. Það mætir Sveina vel gert þarna á Freyja. Þetta er nákvæmlega sem við tala um. Sveina... Nei, hún missir hann frá sér þarna, býtu en Selma heldur þessu lifandi. Hvað er hún að gera hún? Ágætis hugmynd þarna en þetta er erfitt. Erfitt að biðja Hafdís um að taka á móti boltanum þarna. Já. En nú eru bara 8 mínútur eftir og staðan núna þá erum við ekki... Ekki í báttinum. Nei, við erum ekki í báttinum og mér sýnist bara svona fljótt á litið þá er ekkert eitthvað svaka sterkar vísbendingur um að sem var að gera eitthvað. Mér sýnist að Berdís nokkur Svinsdóttir vera að skokka á bekknum. Já. Hún er nú þekkt fyrir það að skora mörk á augustundu og líka rífa í gang hlutina þegar það starf. Spurning hvað breytingu John ætlar að gera. Með þá leikmenn sem núna þá liggur beinast við að taka töru en Tara er búin að vera flott sko en að kannski Selma eða Sveina á þennan eitthvað þreyttar, ég veit það ekki. Já. Sveina spilaði þetta í 80 á móti Þrótti síðasta leik. Freyja er vel gert. Frábærlega gert hjá hana og Sveina, hvað gerur hún? Var hérna í ágætis skotstöðu, kemur sér í... Nei, kemur hún út á Selmu. Já, komdu með hana fjær. Hún kemur með hana nær og það er Freyja! Hörðu, hún er klippt niður, þetta er ekki vítaspyrnan dómari! Nei, ég segi svona, ég var bara aðeins og eftir hana. Frábær svo, þarna kom smá blóð í blóð á tennurnar eins og við viljum sjá það. Freyja búin að vera flott innspýting í leikinn. Hún hreyfir þetta alveg heldur betur í gang. Og... Það er boltan hérna fyrir. Sveina eldir þetta. Svanhildur biður hann hérna. Já, vel gert hjá Sveina haldur sinna þarna. Svanhildur finnur Huldu í lappir en þetta er erfitt, boltinn fíkur bara frá þeim en þá er staðan orðin 8-0 á hliðarlenda. Já, þetta er sennilega leikurinn að fjara úr höndum framara. Hvað á hverju? Það er engin miskunn. Svanhildur með langa bolta inn í þetta er góður bolti þarna. Já, Elena gerir þetta vel. Gjörsamlega óþolandi góður markmaður Aftureldingar grípur boltann og heldur honum. Ég held að sé nú ekki erfitt að velja mannleiksins hérna Aftureldingar meginn í dag held ég. Það verður auðvelt valið. Já, Elena og Hildur Kartes verið frábærar. Já, frábærar líka sko. Já, líka Snæfríður sko, búin að vera alveg frábærar markmaður búin að... Það var alltaf eðlilegt að væri hún búin að gera einhver mistök sem skilði okkur mark í dag því að mér finnst við vera búin að gera nóg til að skora 1 mark að mörgursuti í dag. En... Það er Hulda sem fer út af. Hulda fer út af, Berdís Sveinsdóttir kemur inn á. Þá spurning hvort að Sveina fari hérna á vinstri kantinn og Berdís er miðina. Hún lasta þessu opna bók. Út af kemur leiknum 23, Hulda Ágústsdóttir og inn á hinastæði kemur leiknum 26, Berdís Sveinsdóttir. Berdís var hérna 15 mínútur til að setja markið á leikinn og ef hún gerir eitthvað svipað sem Freyja er búin að gera þá eigum við von á góðu næsta korterið. Já, sjáum hvað gerist. Hún talaði þetta eitthvað við Sveinu og það er skipulöðu þessu eitthvað. Hún er mætt strax í baráttuna vel gett þarna. Þessu fáir sem vilji spila alla mínútur jafn mikið og Berdís Sveinsdóttir. Mikill keppnismaður. Hvað gerir Freyja hérna? Hún bara gerir það saman hún búin að gera, þetta er frábærlega gert. Selma ætlar að koma hann fyrir. Það er bara sótt að, það eru 4 í henni þarna. Hlýtur að vera pláss fyrir einhver aðrar nema það séu 14 á vellinum. Lítur svolítið út hann í stundum. Já, hérna, Selma illa ráða sínu. Þetta var vel gert hjá þeim þarna en Erna gerir þetta enda betur. Finnur Emmu í lappir. Emma er með pláss og tíma. Hafdís komur upp í hornið núna. Já, frábær sendi. Maður gleymir alltaf að það séu 300 vinsti hérna. Það var samt frábær hugmynd. Gefum henni það. Já, þetta er bara svo að segja í laginu. 800 vinsti. Þetta er eitthvað í kringu það held ég. Já, þetta kom eitt góð gusa hérna vindi á húsið. Þetta er leysið þetta ofboðslega vel. Þetta er verið að pressa hátt og einföld spilamennska. Þarna treflar þarna vel og Emma kemur svo frá völlin. Það er frýnar þessu niður. Já, vel gert. Virkilega vel gert þarna. Selma réði ekki að vita þarna. Það er ekkert meira að hafa Selmu þarna í bakinu á sér. Gerði þetta vel um Snæfríður. Kristín sér Sveinu þarna. Já, vel lesið, Sveinu er lögð af stað. Núna er tíminn til þess að fylgja með stelpur. Það eru bara 2.
Afturheldingar fljóta tilbaka. Missir hann frá sér. Það vantaði meiri aðstoð. Vantaði meiri ákafa og þess að við nefndum á að það eins og viljinn sé lífið meiri Mosfell líka megin. Já, Selma fær boltan hérna frá sínu. Það ætlar að fara fram hjá henni. Þetta vel taklað þarna og shit, hún svakalega sterk maður. Já, Huldi Karítas frábær. Þetta blaðsíða 8. Þetta hún upp í horni bara. Já, En hann fauk út af. Þessi sending var alls ekki það lélega þetta átti að gerast. Þetta var mjög góð vísbending hvernig aðstæðurnar eru hérna. Nú eru 12 mínútur eftir pluss ykkur smá uppbót vantilega og ég ekki framlengt, það ekki, eða ef við náum að jafna þá framlenging ekki, það ekki beint í vító. Það sé framlengt. Það ekki? Jú. Þannig að við getum verið fram á kvöld bara ef að það skrefur, ég er alveg til í það sko. Þú ert ekki með þetta banað? Nei, bara rólegur sunnudagur. Eitthvað að gerast á morgun samt í Víkinni, Já. segjum betur því að morgun en ég þarf reyndar að fara að rífa mig í gang með það. Hann heldur Unni Bergdísi. Já, býttu, jú. Fann þarna senu en, nei, hún er sending þarna. Tara Kristín, já. Búin að vera mjög solid hérna. Ég ætla ekki að hrósa henni of mikið því það olli næstu í bara stórslýsi á þegar ég gerði það. Já. Við erum að halda þig á móttunni. Heilt gert að Töru, þetta var yfirvegað en samt tók hjarta smá aukaslag þarna. Takk fyrir það, Tara mín. Færum hann yfir, hóttum með hann upp á hægri kantinn líka, já. Vel gert þarna, Freyja nær þessu. Selma baði mann, Freyja komin að stað í eitthvað move. Bergdís með skotið, en þetta er framhjá. Þetta var... Þurfti að teygja sig svolítið þarna og náði ekki kraft í þetta skot. Freyja var komin í eitthvað svona... Hún kom inn í eitthvað stöð, en nú er leikmaður 9 hjá afturleika út af. Já, það er Katrín Rutt. Það er Sigrún Guðmundsdóttir. Hún er fædd 2004. Já, þetta er ekki 2004 konarinn. Já, Katrín og hún. Stemmir. Við erum með eina 2004 börn, þetta er Hallarhund. En það er ennþá að hitta. Já. Veit ekki, eins og það sé ekki eitthvað svona í kortunum eitthvað fleiri breytingar í okkur? Nei, geti mögulega séð Birtu koma inn á miðina núna. Já, hún er... Einmitt. Núna náum við boltanum niður. Hendum hún beint upp í loftið aftur. Hafdís, það skallar hann áfram á Bergdísi. Og hann er Bergdís mætt við vinslega snarkmannum að taka upp boltan. Hún er búin að vera alveg fáralega góð í þessu. Já. Klukkumanagementið þarna upp á 10. Það eru boltanir yfir. Þetta er bara erfitt í þessum vindi. Það er erfitt að færa boltan hratt niðri. Líka er þetta neglunum uppi. Þetta er ekki meiri áttar. Þarna Freyja. Bergdís. Þessi boltan þarna. Þetta er ekki góð Það er hérna fyrir guldspjaldan til að... Mikill dólgur. Hún er... Já, það er orðið sem ég mittlaði þetta að... Það var mikið talað þetta Kolpársveitina í fyrra en þetta er náttúrulega bara orðið dólgarsveitin núna í ár. Það er þannig að... Húðflúr og læti. Já, ég var alveg til að sjá hérna Birtu koma inn á núna. Já. Bara, það er ekkert eftir að annað en að... Kemur hún hérna á harðaspretti. Já, við erum með beint samband með greinlega völlin. Þetta er náttúrulega fárlega vel gert þarna. Já. Það eru 4 konar hérna líku við. Býtunum við, þarna verðist eitthvað... Býtur þetta Erna og... Já, það liggja þarna bara ofan á brannarinn eftir því. Nei. Hún verðist eitthvað að meit sig. Hildur, hún virkar ekki svona típan sem hendir sig niður fyrir Nei, alls ekki. eitthvað. Það er ekki, lítur ekki vel út. Það er ekki búið að kalla á hnjaskvagninn ennþá.
Nei, það er gefið til kynna, það er bara að þetta sé allt í góðu, sem mér. Þurfu ekki að fá það hérna heim, svona hnjaskvart, bensi á okkur svona fjórhjóli, það væri geðveikt, sko. Þannig að það jöfn í leik FH og Fjarðabyggð, Hattar og Leiknis. Sem að fyrirhálfur að klárast. En hér eru 8 mínútur eftir. Já. Betur þarf dugarskal eins og þetta var ekki hendidómari. Jú, segir hann. Já, hann ræður, ég ræði engu hér. Birta er klár. Kom inn á. Ég ætla að skjóta á að Tara fari út af. Já, hún er þarna inn á miðjunni sem er búin að vera kannski standa í mest ströngu varnarlega séð. Það berðist þetta ekki þar niður og Tara fá að fara hans framar eða öfugt. Ég held að með þess að drauma um að Tara, hérna hún Birta sér frammi. Já. Þarna þekkjum við Ernu. Hún er komin á fullt spann. Já. Og tjaldi öllu til hérna og bara fyrir því betra. Það er vel lokað hérna hjá Aftureldingu eftir að hleypa. Bara það er búið að vera að saga þessa leiks bara í heild sinni, sko. Búið að vera alveg hrikalega vel varnar framistæðan hefur þetta búin að vera til algjöra fyrirmyndar. Emma hann með slaka sendingu og þetta er ástæðadómari. Já, hérna ekki. Á er skipting. Og þá sjáum við, já, það er Tara. Það er Tara og Birta kemur þá bara í hennar stöðu. Tara tók þarna 84 mínútur í miðjubaráttunni. Hún er ekki, Tara er mikill keppnismæður og ég fann sá þannig bara hvernig hún gekk inn á bekkinn, hún er ekki ánægð. Stöðuna, en það væri kannski annars skrítið. Nú spurning hvort að myndavélinn sé, ertu með það með kamerun uppi, hvort það sé komið bara allt rennandi blött? Nei, þetta er bara allt í lagi maður. Perdís mikið geggja flik hérna sem endar hjá Sjánu. Gerur hún hérna lunginn, góður bolti hérna inn á teginn, en hann dettur ekki fyrir okkur. Þetta er svolítið búið að vera sagan í dag, bara dettur ekki þetta síðasta moment. Núna verður væntanlega bara að setja upp umsátur við mark Aftureldingar næstu vonandi 60 mínúturnar, 8 mínúturnar. En maður er góðan bolta hérna, en endar að Perdísi. Já, hún sendi ekki það á sínu. Hér sé hérna aftur með góðan bolta fyrir. Það sem að, veitu, dettur niður. Samanleikurinn listi sinna að gera þetta vel, kemur með fyrir með vinstri og þarna er Hafdís bara, nei! Þetta er markspyrna. Selma hatar þetta ekki að vera þarna meginn við teginn, út í teg og komur með boltan fyrir. Þetta var vel gert. Hvað ég var að spá, það er búið að, 5-6 skiptingar, 2-3 mínútur upp á tíma lágmark, 3-4. 3, já. Hún gerir aldrei sinna þarna, en Sjána mætir þarna, rífur hann af henni. Núna, en hún missir hann frá sér. Þetta er búið að vera röndurfullt ísótt í dag. Þetta sé ekki alveg valda boltanum með fullu þarna. Nei, komin af stað. Hvað er þetta innkast? Já, ég sá þetta ekki, en ætla samt að pyrra mig á þessu. Perdís biður það að rífa sig í gang. Birta, hennar fyrsta snerting í leiknum. Kristín kemur með langan upp hérna að lúðrunum upp í horni, en þetta fíkur út af. Við erum ekki að fara að skora mark ef að boltinn er alltaf í innkasti, það er alveg á hreinu. En það var ekki að halda þessu minna á, þrátt fyrir tilþrif. Þessi leikur er til að vera svona smá comedy hérna. Komið aftur til leiðindaðir, kom smá logn á það, í svona 10 sekundur. Svona til að bomba þessu upp öllin. Einn hendur þessu beint í Aftureldingar leikmann. Birta nær sem milli og enn eitt innkastið. Ég hvet okkur til að skoða tölfræðina með hvað þessu mörg undir yfir 10 innkast. Já. Þetta er eitthvað, þetta er blíð 20-30 hérna seinna á leik.
Svanhildur gerir þetta vel hérna og Kristín er að halda sinna á. Já. Gerir það. Það er að koma svo upp völlin. Já. Selma og Emma. Nú þurfum við að fá hraðasókn, stelpur. Nú þurfum við eina. Sem að Erna er bara hérna komin fram líka en þessi Þessi sending var sending ekki er nógu góð. ekki, nei, þetta er ekki líklegt til sigurs. Já, Erna er bara komin inn á miðuna. Við erum bara í þriggjamanna vörn með Birtu svona í djúpri miðju og þetta er vel gert. Vinnur hann skallaboltan vel. Já, Selma kemst ekkert upp hérna á vörpustað, hún og Freyja vinnur boltan tilbaka. Emma kemur hérna fram á Ernu sem er komin í nýtt hlutverk. Gerir þetta vel, gerir þetta bara frábærlega vel. Já, þetta er vel leist hjá Aftureldingu þarna. Vel lesið. Nú fer hver að vera síðastur að bjarga bikarkeppnin okkar þetta árið. Ég hef trú á því að Hafdís Bára muni leysa okkur úr þessari prísundinni á 90 mínútunum. Fæ ykkur tilfinning að hún sé að fara að setja mark. Emma kemur hérna upp völlin, lítur inn í teiginn. Nei, það er Þetta ekki að eru lyfta honum. rosalega erfiðar sendingar en þetta er svo... Hún er væntanlega líka að passa sig að lyfta honum ekki mikið. Nei, mitt. En þetta er flókið að reikna þetta út, hún gerir þetta vel hérna en ætlar sig kannski aðeins of hérna, já. Hefði mátt taka þorskinn hérna og fá aukaspyrnuna en hún stóð þetta sér. Freyja fær boltann til lappir, ekki fengið að sjá boltann í nokkra mínútur núna. Og hún kemur upp á kanti, býttu við þið. Kemur hann fyrir, býttu við. Hann er farin aftur fyrir. Hann hótt, ekki, Já, nei. Býttu, flaggaði hann ekki? Jú. Ég ætlaði kannski að vera að nota flaggið til þess að Já. detti ekki. Kannski fauk flaggið bara. Við fáum með einhvern einkast. Síðasta mínúta, örlust leiktíma hafinn. Bolti fyrir inn í teiginn enn á aftur. Þá leysa þær ágætlega úr þessu eins og fyrr. Það er komin ansi... ætlar hún að ná þessu? Nei, það er ekki fræðilegur möguleiki en hún gerir allt sem hún getur til þess að ná þessu. Það er ekkert að segja neitt annað um hana Ernu Guðrúnu. Hún setur 160% af sínu effort í hvern einasta leik. Sjáum að skiltið klárt með viðbótartíma. Ég segi 4 mínútur. Já. En verður svo strax pirraður ef það verður 5 mínútur. Ekki 5 mínútur segi ég. 4, já, þetta er... Ég vil að maður naskur í þessu maður. Já, þetta er að fjara hérna út fyrir Víking. Veist að við eigum eitthvað, það er eitthvað eftir í... Þetta er ekki alveg leyst held ég. Þessi leikir þessara liða hafa ekki alltaf verið góð skemmtun. Mikið af mörkum, þetta er... Það er eitthvað eftir að gerast hérna held ég í dag. Já, vonandi. Emma hérna... Nei, það var engin Víkingur. Það er allt liðið Aftureldinga komið hérna að verja teiginn. Það er... Hafdís með hennan hérna, en engin Víkingur klár hérna. Þetta er bara að fjara ansi hratt undan svona í lokin hérna. Ég finnst ekki eiga svör við þessu. 3 mínútur eftir. Markið Freyja hérna, kemur nú Bergdísi með vinstri. Þetta er eins og sparka bara í vegg, sko. Já, Hildur Karítas rim þarna. Katla kemur hérna út og finnur Emmu í lappir. Núna, það er ekki mikið eftir. Anna heldur bara að henda öllu og eldhúsvaskinum í þetta allt saman. Freyja gerir þetta frábærlega, kottur hún með það fyrir. Já. Og hann kemur fyrir henni aftur, þetta er bara dettur ekki. Eins og vanlega Svanhildur. Nei, já, bara senda hann á senu. Fyrir hérna minningar frá
leiknum í fyrra. Það sem er hérna við skeitin. Býtum við, hvað dæmir hann? Aftar. Bara já, Hann er nú að henda tilbaka, ég held að það væri alltaf leyft að taka þá hvað sem er. það var undarlegt. Þetta er... Núna það er ekki mikill asi á okkar konum. Þurfum við aðeins að keyra þetta upp, við fáum þetta kannski eitt tækifæri ef við náum að fara eitthvað svona völlin. Síðan kemur hún inn í hérna á Ernu sem kemur hún á Bergdísi. Það er ekki búið sena, hvað gerir hún hérna? Nei. Veggurinn stoppar þetta. Bergdís lítur hérna upp og sér Freyju út á kantinum en þarna er sem að ná honum niður núna. Birta Freyja finnur þetta Selmu. Þetta er erfið sending hérna á boltinn fer bara hann að fara út af. Nei, Selma nær þessu, vinnur Nei, hann er farin. varspinnu. Þetta gæti verið bara að vera það síðasta sem við gerum í þessum leik, Bjarki. Já, það er bara mínúti eftir að Þú fara svona 20 sekundur í þetta útspark þannig að þá er nú lítið eftir sko. Og Bergdís. Þetta er bara þvílík varnar frammistaða hjá Aftureldingu bara snemmi fyrir áleik. betur. Það er heldur betur að skila sér hérna því það er ekki 30 sekundur eftir því mesta og Freyja vill á boltan. Allar hendur sinna á en veggurinn stoppar þetta eins og við köllum þetta og Kristín fær boltan henni tilbaka. Nú er að koma eitt langan, þetta er bara síðasti sénsinn. Sina, nei, það er bara stoppa þetta eins og það sé að drekka vatn að það dómarinn heldur sér byrjar að leita klukku sína. Já. Nú er þetta búið. Já, Já, hann það flettar er þetta af. Afturelding sem að hefur Við einn sigur. ljúkum keppni í bikarkeppni þetta árið í 16 úrslitum. Stelpurnar síðan nokkrar hérna eru haldum höfuð sér og hérna ég held ekki alveg sagt það með Sönnu að hér var ekki eitthvað vannmat að ræða, hér var bara annað lið sem langaði meira í næstu umferð. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Ég held að þessi lítið meira með leik að segja þökkum kærlega fyrir okkur, þökkum kærlega oss fyrir aðganginn að kerrunni þeirra Og Aftureldingu og Aftureldingu fyrir frábæra móttökur eins og alltaf og við sjáumst fljótlega aftur á morgunni leikur Vestra og Víkings Já. í lengjudildinni, nei fyrir ekki í bestildinni. Hann er spilaður á Aðisvellinum með Laugardalnum. Já. Svo er ekki heimaleikur fyrir í byrjun júní hjá okkur, þannig að við bara sjáumst fljótlega aftur. Takk fyrir okkur í dag. Yes.